var ég búinn að finna að það var einhver bóla á eyranu á mér. Svo þurfti ég að fara til læknis út af öðru og bað hann að kíkja á þetta. Honum leist ekki alveg á þetta og fór þá að skoða mig betur og þá var ég með einhvern fæðingablett sem hún fannst líka að vera svolítið svona öðruvísi og vildi að ég færi til húðsjúkdómalæknis og þá er þetta tekið. 10 dögum seinna þá fæ ég allt í einu símhringingu og hvort það geti hentað mér að mæti jávændaskannan þarna á ákveðnum degi. Mér fannst það eitthvað skrítið og svo fær ég bara í ferli og ég fer í jávændaskannan vikuna eftir og ég held að það hafi verið svo einhverjum 10 dögum seinna sem að ég fer í aðgerð. Svo fer ég þarna heim bara og það er sagt við mig þegar ég er að fara út af spítalanum að það geti verið að ég þurfa að fara í lyfjameðferð á eftir. Og það kom bara í ljós og ég væri haft samband við mig einhvern tíðan eftir áramótin. Svo líður janúar og ég fer nú að vinna bara fljótlega. Þá var mér farið lengi eftir því, ég heyri ekki neitt. Og ég hef samband við Krabbameinsdeildina í Reykjavík. Aftur þeir sögðu að það yrði sett þangað. Þeir vissu ekki neitt. Svo þegar það er loksins komið og ég á að fara í lyfjameðferð, þarna bara byrja þarna eftir í lok maí, þá þurfti ég að fara til gigtarlæknisins míns og hann er eitthvað að tala um mig og þá sér hann hvað er búið að ganga á og svoleiðis og svo horfir hann eitthvað framan í mig og segir: "Bíddu, hefurðu verið með þessa kúlu undir vinstra kjálkabarðinu?" Það kemur að ljósa það er þarna eitthvað og svo jávændaskannin og svo aftur í aðgerð og þá var þetta komið aftur á stað. Sem betur verð, það var að taka þetta og þetta var ekkert komið í önnur líffæri og svo byrjaði ég í fyrirbyggjandi lífveikjum búinn að vera í eftirliti síðan og það gengur bara allt vel. Eiginlega síðan 1990 þá hefði verið að mestu leyti í útivinnu en þetta er alltaf verið með hjálm, ég myndi sólbrenna mikið og eyrun á mér þau hafa oft orðið keksuð af sólbruna. Hún sagði mér lítalæknirinn sem að gerði aðgerðin á eyrun á mér og hún sagði að þetta væri alveg þekkt, sérstaklega hjá norrænum þjóðum, að þeir sem að væri mikið í útivinnu og með hjálma, að þá væri þetta alveg þekkt að húðkrabbinn kæmi á eyrun. Þó okkur finnist yfirleitt alltaf vera of lítil sól hér á Íslandi, og þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að sólin hér er alveg ógnarsterk. Því hér er loftið allt svo tært og sólargeislarnir eru mun sterkar. Eftir að ég hætti í lyfjagjöfinni í sumar og búinn í henni og þá benti læknirinn mér á að það væri nú mjög skynsamlegt að þegar fólk væri búið að ganga gegnum svona lífsreynslu að fara og til sálfræðings eða félagsfræðings eða eitthvað svona fá svolítið aðstoð og ég byrjaði á því í haust að ég náttúrulega dróð það, ég ábyggla 2-3 mánuði þangað til ég pantaði loks tíma. Ég er búinn að fara í nokkra tíma og mér finnst það mjög gott. Það er svona, þó ég tel mikið að sko rætt alla hluti við konuna mína, þá er samt alltaf ákveðnir hluti sem maður þarf vel að fá eitthvað svona utanaðkomandi eyra til þess að hlusta og kannski benda mann á hvort að maður er að hugsa vitlaust eða rétt. Gæðastundirnar mínar eru náttúrulega þegar ég get verið samvistuð við barnabörnin. Þannig að það er bara, það geta verið leið bara hjá þeim á gólfinu og þó svo að þær séu bara að hjala og leika sér eitthvað, það er bara að vera hjá þeim. Mér finnst það bara, það gefur mér rosalega mikið.